Það komið Jón Ólafsson, prófessor í heimspeki á Bifröst. Jón, velkomin. Við ætlum að tala þróun í þessu landsdómsmáli og kannski lykilatriði í því öllu, og það ábyrgðin. Og ég var nú að nefna það hérna áðan að samkvæmt skýrslu Alþingis og eiginlega samkvæmt umræðum í samfélaginu þá teldi enginn sig bera ábyrgð á einu eða neinu á Íslandi. Og já, það svona þessi tilfinning sem maður hefur og einmitt í umræðunum landsdóm að það finnst engum mann hafa gert neitt af sér. Já. Og samt segja menn að margir stjórnmálamenn greinilega telja sig hafa axlað ábyrgð og líta þá gjarnan svo á að þeir hafi axlað einhvers konar pólitíska ábyrgð. En það var alveg erfitt að sjá það vegna þess að það einmitt ekki einn einasti stjórnmálamaður sem að í rauninni hefur staðið upp og sagt vegna þess sem að ég tók þátt í eða gerðist sekur eða eitthvað slíkt, þá ætla ég að hætta í pólitík. Þeir sem hafa farið illa út úr því pólitík eftir hrunið hafa gert það af í sjálfu sér ástæðum sem að eru bara eins og alltaf í pólitík. Ég meina stundum hefur fylgi, stundum hefur ekki fylgi og þannig pólitík og það svo sem ekki hægt að pólitísk ábyrgð dálítið svona loðið hugtak vegna þess að það bara í rauninni nafn á þeirri staðreynd að stjórnmálamenn þurfa yfirleitt að taka einhvers konar afleiðingum þess sem þeir gera og stundum missa þeir fylgið eða gera eitthvað rangt, stundum gera þeir eitthvað kolvittust og halda fylginu samt. Þannig að þetta eiginlega erfitt að halda þeir fram að fullu viti að einhver hafi axlað pólitíska ábyrgð. Maður geti talað siðferðilega ábyrgð og þar held ég að kannski hugtaki verða aðeins skarpar og ég held að það sé mjög mikilvægt að reyna að hugsa aðeins skýrt ábyrgðar hugtaki. Hvað ábyrgð eiginlega? Hvað ætlast til að gerist þegar fólk horfist í augu við hlutina að tekur ábyrgð og siðferðilega ábyrgð náttúrulega fólkin í því að viðurkenna ekki bara hafa gert mistök, ekki bara hafa gert mistök sem allir hefðu gert sem að voru sömu sporum, heldur að raunverulega játa á sig að hafa gert eitthvað rangt. Hafa gert annað en menn sögðust ætla að gera, hafa farið á bak við fólk, hafa hugsanlega beitt blekkingum eða logið eitthvað slíkt. Ekkert einasti stjórnmálamaður hefur gert þetta. Ég held að Ingibjörg Sólrún hafi orðið einhvern veginn svo hún hafi brugðist þegar hún stóð upp á samfylkingarfundi og talaði það og það það lengsta, það að segja að það bregðast hvað það nákvæmlega. Það ekki endilega siðferðilega ábyrgð sem felst í því og þannig að ég held að þessi ábyrgðarflótti eða ábyrgðarflökt sem kemur út úr því að fólk að reyna einhvern veginn að drepa þessu dreif, látast hafa horfst í augu við ábyrgð sína án þess að hafa gert það raun og veru. Hún gerir það verkum að það kemur upp krafa, mjög skiljanlega, að láta fólk sæta lagalegri ábyrgð. Vegna þess að lagaleg ábyrgð, hún ólík siðferðilegri og pólitískri að því leyti að menn gangast ekki en menn eru látnir sæta henni. Þeir þurfa að horfast í augu við refsi ákvæði laga eða eitthvað slíkt. Þannig að þess vegna held ég að við séum í þessari einkennilegu stöðu að það þarna einn maður sem stendur frammi fyrir því að vera látinn sæta ábyrgð, látinn svara fyrir sig, látinn verja sig fyrir dómstóli. Enginn annar gerir það og það auðvitað dálítið sérkennileg staða en kannski bara nauðsynleg út af því hvernig fólk hefur brugðist við og það auðvitað dálítið skrítið að vera að tala sannleiksnefnd eða eitthvað slíkt ef að fólk ekki tilbúið til að koma fram og játa eitthvað. Já. En menn tala að þetta sé annars vegar þessi landsdómstóll sé bara einfaldlega ekki fær út af þó einhverjum hugsanlega lagatæknilegum atriðum og hitt að það sé óréttlæti að þessi eini maður sé tekinn meðan aðrir sleppa sem hafa ekki játað þessu ábyrgð eru kannski bara komnir aftur inn á Alþingi. Já, ég meina nú skal ég ekki segja hvort hún færið ekki, það væntanlega dálítið lagalegt spursmál, hvort að hún sé óréttlátt, það held ég ekki. Ég held sé engin spurning að þarna að ræða leið sem hefur verið þekkt og fær áratugum saman og henni beitt núna, það ekkert óréttlæti í því, þvert á móti. Það má jafnvel halda því fram að sá sem raunverulega fær skýr réttlætistöðu, þessi sá sem ekki hefur kostur að verja sig fyrir dómi. Það ekkert klárt í þessu. Hins vegar held ég, og það kannski aðeins í tengslum við það sem var rætt hjá þér í panelum áðan, ég held að sé alveg óþarfi að líta svo á að úr því að þessi niðurstaða hefur náðst í sambandi við forsætisráðherra fyrrverandi, að það þýði að allt annað sé ómögulegt. Ég hefði haldið að núna væri einmitt tækifæri fyrir þá ráðherra sem að þurfa ekki lengur að óttast landsdóm að koma fram og segja ég gerði vissulega eitthvað sem var rangt. Ekki bara eitthvað sem voru mistök eða ég vissi ekki betur eða eitthvað slíkt.
það einmitt tækifæri núna til þess að stíga það skref að raunverulega horfast í augu við ábyrgð sína. En nú er umræðan einhvern veginn öll á þann veginn að þetta sé aðföra lýðræðinu og þetta sé einhvers konar, ég hef maður verið talað og notaður á ensku orðið kengurú réttarhöld. Skrýpa réttarhöld. Ég skil ekki, ég er ekki sammála þeim rökum. Mér finnst einmitt vera þarna höfum við málsmeðferð sem tiltölulega skýr og það má sjá fyrir hvernig hún fer. Það getur vel verið að fólk sé ósammála því að gera þetta svona, en það er ekkert óréttlátt við og ekkert fáránlegt heldur. En sko, ég held að sko, ég meina, hvað er það sem að fólk vill? Vill það ekki að það sé á einhvern nátt stuðlað að sáttum í samfélaginu helst. Og það má alveg halda því fram að dómsmál sé ekki leiðandi þess. En það er ekki, sko, þó að eitt dómsmál fari í gang og þó að maðurinn sem var í brúnni, eins og það er alltaf orðað sér sóttur til saka, það þýðir ekki að það get ekki margir aðrir komið fram líka, það sé ekki að þetta fara aðrar leiðir líka. Það er ekki búið að loka á neitt. Nei. Og ég held að sko, aftur, ég meina þetta ef það fólk sem að bara ábyrgð á því að stjórna þessu landi í hruninu, ef það raunverulega óskar sátta fyrir sig og fyrir sína fylgismenn og sína hópa, þá hlýtur þetta fólk að taka ákveðið frumkvæði að því. Og ég held að það sé einmitt mergurinn málsins sem að þú veist að benda á þann þegar fólk neitar að taka ábyrgð, að það er enginn tilbúin til þess að gera þetta. Það er allir í þeirri stöð að segja já, þetta fór illa en sko, þetta var nú svona og ég sá ekki hvernig þetta var og þetta er ósköp einfalt. Það er þetta er bara jafn einfalt og barnauppeldi sem er nú kannski reyndar ekkert einfalt, en það er það að eða sko eins og alkohólistalendi, sko. Þú eru að byrja að játa, þú eru að byrja að segja að þú hafir raunverulega ekki bara gert mistök eða ekki vitað eitthvað, heldur gert eitthvað sem er ástæða til að iðrast, sem er ámælisvert, sem er siðferðilega ekki rétt. En aftur komum við nefnilega að þessari skýrslu, sko, þetta stendur voða mikið í þessari skýrslu, en svo byrjar einhvern veginn alltaf umræðan upp á nýtt, bara eins og svona upptrekt kanína, sko, að eins og enginn hafi, sko, lesið þetta eða kannist lengur við þennan texta, sko. Þú stendur þarna í 8 bindum. Já, það er náttúrulega, þetta er mikil text og erfitt að kyngja, en svo er þetta annað sem kemur inn í þetta líka og það er afneitunin, að við erum auðvitað stödd í miðpunkti einhverja átaka þar sem að menn er ekki bara að reyna að haga ábyrgðinni þannig að þau komi sem best út úr því, heldur líka afneitani og komin á eitthvað annað. Lestu bara Reykjavíkurbréf Morgunblaðsins þessa helgi, þar sem að því er haldið fram fullum fetum að það sé almennt viðurkennt að sú staðreynd að fjölmiðlafrumvarpið var ekki undirritað á sínum tíma og það var andstæði við það. Þessi eina megin ástæðan þeirra þróunar sem leiddi til hrunsins. Hérna höfum við bara, að mínu áliti, ágætis dæmi um það verður að reyna að endurskrifa söguna, segja eitthvað sem er sko augljóslega tóm vitleysa, láta eins og þessi stór hópur fólks sem er á þessari skoðun. Þetta er afneitun og hún er sko ennþá verri heldur en að þora ekki að horfast í augu við ábyrgð sína. Jón, þakka þér fyrir að koma.